Já, komið sæl. Ég heiti Sigurður Einarsson og sérfræðingur á vinnuverndarsviði hjá Vinnueftirlitinu og hef sinnt umhverfisþáttum í vinnuumhverfi aðalega. Þá kemur það inn á inniloft, líffræðilega skaðvalda. Við fáum mikið af kvörtunum frá skólum og stofnunum, til dæmis vegna innilofts og jafnvel myglu og rakaskemmda. En kannski minna út af hávaða. Það hefur kannski ekki borið svo mikið af kvörtunum frá kennurum vegna hávaða eða starfsfólks, en samt í vissum tilvikum, eins og kemur betur á eftir. Til að fara aðeins yfir hlutverk Vinnueftirlitsins, þá hefur Vinnueftirlitið fer með framkvæmd vinnuverndarlaganna frá 1980 og lögin eiga að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi og það séu skilyrði innan vinnustaðanna til að þau geti sjálf leyst sín öryggis- og heilbrigðisvandamál í samræmi við okkar fyrirmæli. Þannig að vinnustaðarnir eiga alltaf að reyna að finna út sjálf hvernig þau geta tryggt öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustaðnum. Og þar á meðal þá þurfum við að finna leið til að draga úr hávaða og bæta hljóðvist. Og þá förum við eftir þessari reglugerð frá 2006 varnir gegn hávaða á vinnustöðum. En vinnustaðir, skólarnir eru náttúrulega vinnustaðir starfsmanna og barna, og börnin sjálf sér í vinnu líka, getum við sagt, en börnin eru samt ekki á okkar viðfangsefni, heldur það heilbrigðisnefndir, heilbrigðiseftirlitið undir leiðsögn Umhverfisstofnunar, og þau hafa farið með framkvæmd reglugerðar frá 2008 hávaða annar staðar en á vinnustöðum og þar með talið gagnvart börnum í skólum. Og við höfum stundum erum með oft gott samráð við heilbrigðiseftirlitin í sveitarfélögum hvað þetta varðar. En þar einmitt kveðið sérstaklega á það að það þarf að gæta sérstaklega hávaða börnum í og við leik- og grunnskóla. Sérstaklega tekið fram í þeirri reglugerð. En mælingar Vinnueftirlitsins í skólum, ég hef tekið að mér að gera slíka mælingar og við höfum gert tugi hávaða og ómtímamælinga síðastliðin ár og það hefur oft verið hluti af eftirlitsskoðunum Vinnueftirlitsins eða svona takmörkuð úttekt varðandi til þess að mæla ómtíma og gera hávaðaskammtamælingar á það sem að starfsmenn skólana bera hávaðamæla á sér yfir daginn. En við höfum komið að rannsóknum á hávaða og hljóðvist í skólum síðastliðin 10 ár, aðeins að fara í gegnum það að það hefur verið gerðar vissar rannsóknir og ef ég fer, svo nýjasta sem ég kom aðeins að það var gerð könnun, það var mastersverkefni Helgu Kolbeinsdóttur sem núna kennari í Þelamerkurskóla, skilst mér, en hún gerði merkilega rannsókn á álagi kennara vegna hávaða. Það kemur betur að það eftir. Svo var tilraunaverkefni á milli Akureyrarbæjar, Kennarasambands Íslands og Sambands sveitarfélaga Umhverfisstofnunar og Vinnueftirlitsins hljóðvist í leikskólum frá 2017 og síðan var samstarf Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlitanna hávaða í umhverfi barna á leik- og grunnskólum frá 2016, þannig að það hefur ýmislegt verið gert svona gegnum árin, kannski minna alveg sem allra síðust ár, og svo var gefin út bæklingur 2014 það sem átti að hlúa það sem verið að hlúa að rödd og hlustun í kennsluumhverfi. En þessar mælingar sem við gerum hjá Vinnueftirlitinu, að þetta eru svokallaðir persónubundnar hávaðaskammtamælingar, að þá bera starfsmenn
mæla svona á öllum sér og hávaðinn mældur í umhverfi starfsmannsins, af því að það raunverulega það sem við viljum vita, hver hávaðinn sem berst að eyrum starfsmannanna. Og svo notum við svona hljóðstigsmælingar eða svona hávaðamæla, svona staðbundna til þess að vita kannski hvað kemur mikill hávaði frá einhverju vél eða umferð eða einhverju slíku. Og síðan gerum við svona ómtímamælingar. Og hérna til dæmis verið að mæla í Árbæjarlaug, innilauginni, en það einmitt svona staðir eins og leikfimisalir og matsalir og sundhallir og svona anddyri sem með allt á langan ómtíma. Nú svona, við förum hratt yfir sögu hérna, en helstu niðurstöðu mælinga Vinnueftirlitsins að raunverulega ómtíminn í íþróttasölum og stigagöngum og innusundlaugum yfirleitt of langur. Og þetta magnar náttúrulega upp hávaðann, eða bara ómtími segir til bergmálið, hversu mikið hljóðið berst á milli veggja og gólfa. Og þetta getur náttúrulega skaðað heyrn starfsfólk og barna. En ómtími í kennslustofum, við höfum kannski ekki gert mjög mikið af því, það hefur ekki komið svo mikið kvartanir beint í kennslustofunum. En það sem við höfum mælt að þetta yfirleitt innan marka hljóðvistastaðalsins. Það að segja, það fer eftir í hvaða flokki húsið hvort að skólahúsnæðið í flokki A, B eða C, yfirleitt í flokki C, þetta eru svona gömul hús, en þetta eru sem sagt, ómtíminn virðist ekki vera vandamál, en það fróðlegt að geta gert frekari mæling á því. Og svo niðurstöðu hávaðaskammtamælingana, það bera hávaðamæli á öxlum sér, að þetta yfirleitt innan viðbragðsmarka, það 80 desibel. En 80 desibel náttúrulega mikill hávaði og við eigum að reyna að halda hávaðanum mun neðar en það. En þetta samt langt yfir mælingar sýna að hávaðinn samt yfir svona æskilegum mörkum til að samræðu geta farið fram óhindrað, svona að jafnaði. Og þá miðum við 50 desibel eða kannski 60 desibel. Nú, hérna eru þessi mælingar sem við gerðum fyrir Helgu í 2 skólum, og það var bekkjakennslustofa annars vegar og opin stofa hins vegar, og þá lá jafngildishávaðinn eða meðaltalshávaðinn þarna milli 60 og 80, hann var aðeins hærri í bekkjarkennslustofunni, en þetta sýnir svona hvar þetta liggur, en það kannski ekki svo mikill munur á milli þessara tveggja forma af kennslustofum. Og svo eru hávaðatoppandi þarna sem fara alveg upp yfir 120, sérstaklega í bekkjarstofunni, í þessu tilviki. En svona ef maður tekur saman helstu niðurstöðu þessarar rannsóknar sem ég var að nefna áðan, að þá náttúrulega rannsóknir sýna svona almennt að algengasta álag á kennara, það sem þeir kvart yfir, hávaði í kennslurýmum. Þannig að við séum með það á hreinu gagnvart svona hvernig þetta raunverulega. En það ekki munur á hávaðálagi í bekkjarstofu og opinni stofu, samkvæmt þessari rannsókn hjá, ekki marktakamunur sem að Helga komst að. En það sem skiptir mestu máli virtist vera að þeir kennarar sem voru með lengri starfsreynslu, þeim gekk betur að tempra niður hávaðann í börnunum. En þannig að það svona reynslan skiptir þarna máli. Og hávaði og ómtími á leikskólum innan marka reglugerða, en þó of mikill hávaði fyrir heilsusamlega raddbendingu og auðvelda hlustun, sem kom fram í rannsókninni frá 2017. Og úrbætur á vinnuumhverfi kennara sýna árangur, að það skilar árangur í bættri hljóðvist, að gera einhverjar breytingar, eins og Ólafur var að nefna, það ýmislegt hægt að gera til þess
draga úr ómtíma og bæta vinnuumhverfið varðandi hljóðvist. Og svo frá rannsóknir frá 2016 og þá voru raunverulega 62% kennara sem að upplifðu hávaða og að hljóðvistin væri ófullnægjandi og það sem sagt fyrst og fremst væri út af börnunum sem stafaði á mikill hávaði frá þeim. En það sem svona framundan hjá vinnueftirlitinu og mér sérstaklega að það var nýlega það var stjórn Íshljóðs sem Hljóðvistafélag Íslands. Hún stefnir að veita hljóðvistaverðlaun í haust með sérstaka áherslu á hljóðvist í umhverfi barna í leikskólum. Og Magnús Skúlason, arkitekt og Bergþóra Kristinsdóttir hjá Vegagerðinni, þau eru í dómnefndinni hjá mér. Við reyndar vorum í dómnefnd líka í fyrra, þá vorum við að skoða sérstaklega veitingahús og bari og slíkt, kaffihús. Núna ætlum við að skoða leikskólana, þannig að það er svona önnur áskorun. Og það verða þess að tilnefndir leikskólar þar sem að hljóðvistin er til fyrirmyndar, þannig að svona það sem grunar það sem sjá að allt er í lagi. Og sem liður í þessu mati að þá stefnir vinnueftirlitið á að gera hávaðamælingar og ómtímamælingar í leikskólum núna næstu mánuði og kannski ekki bara þessa skóla sem eru tilnefndir sem hafa góða hljóðvist, heldur líka kannski þeir sem standa lagar að því leyti og getur þá haft samanburð. Þannig getum við fundið leiðir til þess að gera alla leikskólana svona hljóðvæna. Það er ýmsar leiðir til eins og Ólafur nefndi líka áðan. Ég ætla bara að lokum að benda á það eru nýlegar endurbætur sem hefur verið gerðar hérna í skóla. Þetta er í Kvíslaskóla í Mosfellsbæ. Þetta er svo mikilvægt þegar það er verið að gera endurbætur á skólum að fara í það ekki bara setja hljóðisofandi plötur í loft, heldur setja það á veggina líka, hafa mjúk húsgögn og jafnvel listaverk á veggjum til þess að draga úr þessum ómtíma sem er svo gífurlega mikilvægur. Þannig að það er greinilega mjög ánægjulegt þegar svona endurbætur eru í gangi og við veit að Dagur hlýtur að gera það líka í Reykjavíkurborg að huga sérstaklega að þessum málum. Þetta er svo mikilvægt. Og ég þakka bara fyrir hér í dag að þá vildi ég bara benda á að við gerum sem sagt áhættumat á ýmsum þáttum, að það eru umhverfisþættir, efnaþættir, hreyf- og stoðkerfi, tæki og vélbúnaður og sálfélagsþættir og þetta myndar allt saman eitt hring, eitt púsluspil og þetta eru þættir í vinnuumhverfinu sem við þurfum að skoða og þetta er allt saman jafn mikilvægt en mér finnst alltaf vænst náttúrulega umhverfisþættina og það er minn sérgrein. En takk kærlega fyrir.